Sætt fyrir fólkið og velkomin með mér í Glettur. Nú að þessu sinni ætla ég aðeins að plata Austfirðinga. Ég ekki staddur fyrir austan. Ég hérna í smábátadokkinni á Akureyri. Hægt að sjá hér margar fallegar, nýjar og gamlar trillur. Nú svo elsta hérna rétt aftan við mig, Ír heitir hún. Ég held hún sé það bil aldargömul, en engu að síður hún eins og ný. Nú það ennþá síður til sveita sem betur fer að fólk komi saman. Bara til að sjá hvert annað, spjalla, fá sér kannski kaffisopa og góðar kökur. Nú þessi síður allavega líði í Hjaltastaða Þingá og það voru kvenfélagskonur þar sem stóðu fyrir samkomi fyrir páskana í félagsheimilinu og þar voru margar girnilegar kökur á borðum. Nú að sjálfsögðu heitir félagsheimili þeirra Hjaltalundur og það var Hjalti Stefánsson, tökumaðurinn okkar fyrir austan, sem mætti á staðinn og fangaði ýmsar uppákomur sem þarna voru. Nú það var farið með kveðskap eftir gamla sveitunga og það var sungið og svo voru borð hlaðin hnallþórum. Við skulum kíkja í Hjaltalund. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Og velkomin í Hjaltalund. Verið vafinn deilum sem að vaka hjá meðan mannshjörtur hrærast þá huggun þar að fá þó að við skert sé veröld þá veginn gengi bein því Þetta 5. skiptið sem við erum með þessa sumarmálagleði. Gleðjast yfir því að sumarið að nálgast og svo þetta líka fjáröflunarleið kvenfélagsins. Við erum afskekktar og þetta eiginlega eina leiðin okkar til að fá smá pening. Það var nú leikhópur frá Egilsstöðum sem að sýna leikrið þetta Ásgeir Hvítaskáld sem heitir Gulling Tanna. Það var svona æfing hjá þeim á þenni frumsýna. Hér þarf að vekja gamlan mótor, setja gangráðin í gang, endurstilla lífsklukkuna og sprauta hér, hún notuð til að vekja ísbirni af svæðinu. Já. Hún ætti að vekja hann gamla kropp. Og svo langaði okkur til að kynna sveitaskáldin gamlu góðu og fengum dóttur eins til að kynna föður sinn sem var hér mikið sveitaskáld. Pabbi fór nokkra vertíð til Vestmannaeyja og sagði mér að þegar hann fór fyrst hafði hann verið ákveðinn í því að hann ætlaði aldrei að koma í sveitin aftur. Á svona kvaddi hann. Nú kveð ég Þursahverfið og keyri inn til lands. Nú kveð ég elsku afa og ungra meyja fans. Nú kveð ég Kryppu gömlu og kúnstugan Rekagrín. Ég kveð allt eylandsölið og allt mitt rotlustín. Svo segi ég bless á sandi og signi minn vasafleir. Með þorrablóts handabandi ég heilsu upp á Gilsárteig. Svo sigli ég suður til Eyja, þar sólin bjartar að skín. Ég dreg úr djúpinu ísur og drekk mitt brennivín. Mér fannst það bara mjög skemmtilegt og mun skemmtilegra heldur en ég kveið svolítið fyrir þessu. Ég hef aldrei áður flutt neitt eftir pappa, ekki svona en enga samantekt. Fann það svolítið því ég var að taka þetta saman, þú veist, ég var svona klökk á köflum. Það sennilega fortíðarþráin. Þetta nú einhvern tíðan þótt þunnt í glasi hérna. Og það var svolítið gaman að við Sigga við hittumst hérna áðan og fórum einmitt að tala skólaakstur sem hétu barnaflutningar í okkar ungdæmi. Og það svolítið skemmtilegt að það kemur einmitt hérna fyrir, hún vissi það ekki. Bjöss á Móbergi barnaflutning sér hann, þó ótrúlegt virðist þá ekki hreppsnefnd hann.
Af sveitungum sínum sögur margar segir, því sjaldan hann þegir. Það nú einhvern veginn þannig með hagyrðinga, það eru kannski sko þessar tvíræðu og vísur sem að lifa í meðal fólks og menn kannski kunna minna af hinu. En pabbi skrifaði aldrei neitt niður og það mjög lítið til á prenti eða skrifað eftir hann sko. Þetta svona það sem að lifir í munnmælum. Á meðan stórfjölskyldan fagnaði saman í sumarbústað á Suðurlandi, sátu lungan og deginu hjá pappa, systkini frá Hvanná, Jón Víðir og Tóta Hvönn. Og ég þeim ævinlega þakklátt fyrir það. Jón hafði einhverju sinni keypt girðingastaur af pappa, en Jón var þá hreppstjóri á Jökuldal. Þegar kom að því að borga fór hreppstjórinn að prútta verðið, en pabbi gaf ekkert eftir. Þeim félögum samdist svo að Jón borgaði uppsett verð ef hann fengi vísu sem honum líkaði. Vísuna fékk hann og báðir voru glaðir með sitt. Jökuldals hreppstjóra háðunginn, hrellir jaft ríka sem snauða, eflaust nær Hvannár ágirndin út yfir gröf og dauða. Já, sko núna slær hjartað almennilega. Það hreinlega skeiðar. Bara svo ungfóli. Já, hlustaðu bara, vinur. Þú heyrir kannski grasið gróa og hverinn að gjósa og fossan að falla haf. En hvað þetta er að njósta inn í miðan helvíti? Oftast verið með tombólinn í kvöld og seldum við hérna kort sem við framleiðum til styrktar viðgerð á þessu félagsheimili okkar sem við verðum að eiga hérna í sveitinni. Það segja allir já bara strax ef við byrjum þá og koma fram fyrir bara ekki neitt, bara fyrir ánægjuna og við hjálpa okkur og bara best að nota tækja fyrir að þakka öllu sem hafa gert það í gegnum árin að koma svona fram. Þetta var frábært og það var mjög gaman að heyra vísur Björs í Móbergi og sögurnar í kringum það. Vegbúi, sestu mér hjá, segðu mér sögur, já segðu mér frá. Þú áttir von, nú vonin farin á brott, flogin í veg. Nú, það hefur ekki farið fram hjá neinum að undanförnu hafa verið margir frídagar, mjög gott að njóta þeirra. Nú, það eru fleiri frídagar framundan. Það sagði einu sinni gamall konfektgerðarmaður hérna á Akureyri að aprílmánuður væri yfirleitt slæmur fyrir atvinnurekendur. Eilífir frídagar, eini 9 sagðan og svo 10 með 1. maí. En fyrir vikið hef ég ekki komist austur til að safna að mér efni, en ég ætla að sýna ykkur myndir sem ég tók nákvæmlega fyrir ári síðan. En þessar myndir hefur þess vegna geta verið teknar í gær. Það hefur ekkert breyst. Njótið. Ég er staddur hérna í neðri staf og hér er allt á kafi í snjó. Og það grillir rétt í húsin á Seyðisfirði hérna fyrir neðan. En Fjarðarheiði, hún hefur verið Seyðfirðingum, já sem öðrum ferðalöngum, ansi erfið í vetur. Hún hefur oft á tíðum verið lokuð dögum saman, allt upp í 4-5 daga held ég þegar lengst var. Nú, þetta er svo sem ekki ný bóla. Fjarðarheiði hefur alltaf verið erfið, hefur verið það ár og aldir. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Er Fjarðarheiðin búin að vera ykkur óþæg í vetur? Já, svona oft á tíðum er hún búin að vera það. Mikið snjór? Já, mikið snjór. En þetta hlýtur að lagast, það hefur aldrei verið komið svo mikið snjór að hann færi ekki aftur. Þýðir ekki annað en að horfa björtulið að þar? Nei, það þýðir ekki annað. Þú ert búin að vera hérna í alla vetur og varst eitthvað í fyrra vetur líka. Er þetta ekki bara mjög erfiður vetur í heildina? Jú, ég held að það tala um að ekki komið svo mikið snjór hérna á heiðina í 18 ár, held ég. Þannig að þetta er búið að vera talsvert erfitt. Djúp göng. En það eru til margar sögur af því að menn lentu í hrakningum hér á heiðinni í gamla daga þegar menn voru að ferðast, kom úr kaustað frá Seyðisfirði, héraðsmenn gjarnan bara á 2 fljótum eða kannski með hesta með sér. Þá vorum við komin upp í Efristaf svokallaðan
og snjórinn alltaf að aukast og aukast. Hérna sjáum við ruðningana við veginn. Þetta ríflega mannhæðar hár skafl. Hann meira sér hærri heldur en ég sjálfur. Og þá enn og talsvert í lagt. Það þó ekki undarlegt þó Seyðfirðingar, reyndar miklu fleiri, þeir sem þurfa að sækja yfir heiðina, vilja sem fyrst verði farið í að bora jarðgöng heiðina. Þetta eru tugir manns sem þurfa að komast heiðin á hverjum degi, ýmist í vinnu, í Egilsstaði, til dæmis í álverið og skólafólk í menntaskóla, svo einhverjir séu nú taldir. Örvar, þetta hefur verið ansi erfitt hjá okkur Seyðfirðingum sem þurfið yfir heiðina í vetur. Já, erfitt held ég að sé eiginlega bara frekar vægt til orða tekið. Þetta er algjörlega óþolandi og það er eiginlega ekki búandi við þetta lengur. Það náttúrulega var rætt hér fyrir áratugum síðan að gera göng undir Fjarðarheiði og svo hafa ýmsar framkvæmdir farið fram fyrir. Þó að það hafi nú byrt til hérna í fyrra þegar Fjarðarheiði komi nú loksins inn á samgönguáætlun aftur í fyrsta skipti í býsna mörg ár. Finnst þér þessi staða sem uppkom í vetur hreinlega öskra á þessa framkvæmd? Já, hún gerir það tvímælalaust og þá er ég ekki fyrst og fremst að hugsa okkur sem erum að sækja vinnu þó að það sé býsna stór hluti af þessu. Heldur erum við að hugsa líka að þetta er náttúrulega eina leiðin okkar fyrir utan sjóleiðina úr bænum og okkur hryllir bara við tilhugsuninni það ef eitthvað alvarlegt kemur upp og þetta er bara hreinlega lífsspursmál. Er heiðin svolítið erfið? Hún er náttúrulega nokkuð há og svo er dálítið löng leið yfir sjálfa heiðina. Já, hún er svo löng og þegar byljirnir eru miklir þá er engin sýn. Það er erfitt að keyra. Þá er bara að bíða? Þá bara að bíða. Já, ætli þetta sé ekki allavega 20 dagar frá áramótum sem ég hef annaðhvort ekki komist til vinnu eða heim úr vinnu. Það er allt upp í 4-5 dagar í röð. Þannig að þetta er bara óviðunandi. Og númer 1, 2 og 3 er þetta öryggisatriði fyrir ykkur Seyðfirðinga? Já, fyrst og fremst. Það er bara, það er hægt að fara yfir á snjóbíl ef mikið liggur við, en hann er þá 3 tíma yfir heiðina, þannig að segjum til dæmis að komi upp eitthvað hjartatilfelli á Seyðisfirði, þá er 3 tímar býsna langur tími og bara mikilvægt að við komum sjúkrabíl undir fjallið á sem allra skemmstum tíma. Nú þegar er nýbúið að opna tilboðin í Norðfjarðargöngin, þá held ég að þeir ættu bara að bretta upp ermar og koma þessum málum þannig að Seyðisfjarðargöngin geti bara tekið við beint, þannig að sé hægt að flytja tækin helst beint frá Norðfirði yfir á Seyðisfjörð og byrja strax og Norðfjarðargöngin eru komin í gegn. Jæja, þá erum við komin yfir Fjarðarheiðina. Mikið held ég að margir héraðsmenn hafa orðið fegnir að koma hér á Vesturbrúnina og sjá yfir héraðið, sjá til sinna heimatúna. Ferðina verða lokið. En núna förum við hér niður heiðina, niður í Finnstaði. Þar eru margir fallegir demantar geymdir í skemmu og margir skemmtilegir karakterar til þess að spjalla við. Margar skemmur hérna á Finnstöðum. Ég er komin inn í eina þeirra, byrja hjá honum Sigurði Jónssoni. Hérna eru ýmis konar demantar sem ýmist er búið að gera upp og slípa eða þeir bíða þess að verða teknir fyrir. Hérna sjáum við til dæmis gamla dráttarvél sem er svona verið að vinna við. Hérna sjáum við í einni gamlan norskan hertrukk. Ég veit að hann er í fullkomnu lagi, getum þess vegna skellt honum í gang. Hérna sjáum við aftur í afturendan á öðrum hertrukki. Hann er ættaður ofan af Jökuldal, var á Hákonarsstöðum lengi vel.
Hann er á númerum S47 og örugglega skoðaðu líka, við getum þess vegna skellt honum í gang og bakkað hérna út og farið eitthvað á fjöll. Hér er það Sigurður Jónsson sem að ræður ríkjum. Gaman að koma til þín, Sigurður, og sjá bílana þína. Ef við byrjum kannski á hertrukkunum, þessi gamli er frá Hákonarstöðum, það er rétt hjá mér, það ekki? Jú, það er alveg rétt. Þú ert nú búin að eyða einum tímanum í að koma honum í stað? Já, ég var 8 ára að gera hann upp. 8 ár? Og það datt aldrei yfir því, þú er aldrei gengið frá honum sem svo að ég er hættur þessu. Jú, ég gafst upp oft eða gerði hlé á verkinu og safnaði kröftum. Mesta vandamálið með húsið á trukknum, þessum stýrishúsið á þessum sem ég var 8 ára að gera upp. Ég fór 5 eða 6 ferðir til Noregs til að kaupa GMC-trukka sem er með eins húsi. Ég tímdi aldrei að slátra þeim þegar heim kom, þessum norsku trukkum, þeir voru í svo góðu lagi að ég gerði það bara upp. Og við útkoman svo að þú áttir uppgerða 3 trukka. Já, og reyndar miklu fleiri sem eru vítt og breitt landið. Já. Svo er eitt þetta gamall Willis fyrir aftan þig, er þetta ekki 46 eða 7? Jú, það passar. Já, hann nú ekki. Það þóttu nú menn með mönnum sem áttu svona Willis í gamla daga. Já, þetta voru aðal torfæri tækin, eins og mætti segja. Þeir voru oft öfundaðir sem áttu svona jeppa því að það var sagt að stelpurnar vildu nú gjarnan komast í bíltúr í Willis. Já. Það er nú margir gamlu dægulega textar sem að koma inn á þetta. Já, og í jeppa oft mun skreppa. Já, og jafnvel lítill jeppakoss. Og bændur í hreppum búa með jeppum. Já. Það mætti nefna mörg dæmi. Og í jeppa aftur skreppa, ýmislegt mun gerast þar sumarkvöldin. Þá með einum oft í leinum, ein ég fari það með skadað getur ekki neitt, og mig dreymir oft það sem þar gerist þegar sólin rennur síðla bak við fjöllin, því að sveitin er engu lík. Þá er ég komin inn í næstu skemmu hér á Finnsstöðum og hér er hver dýrgripurinn innan annan. Þetta er af ýmsum árgerðum, sumt er nýlegt og annað gamalt og annað mjög gamalt. Hér er til dæmis gamli Ford eins og nýr úr kassanum. Svo er hér Willis-jeppi og annar Willis-jeppi, eins konar pick-up bíl þar fyrir innan, og hér er húsráðandinn, Hallbjörn Jóhannsson. Hallbjörn, þarf ekki svolítið sérstaka menn til að sanga að sér svona gömlum bílum? Jú, það held ég hljótt að vera. Þetta er búið að safna í mörg ár maður. Það var engu verið hent og mikið safnað. Já, þetta er sennilega elsti Willis-jeppi eins og er á landinu. Og það var svona þetta skell honum í gang? 1941, hann er alveg skoðaður. Alveg eins og nýr, já. Svo er þarna annar blár Willis við hliðina, svona frambyður pick-up bíl. Þetta er svolítið sérstakt eintaka Willis. Já, ég held að þessir bílar hafi bara verið skráðir, ég held bara 18 svona bílar. Hann var keyptur þessi traktor og var notaður fyrst við Lagarhljóðsbrúna þegar hún var byggð, og steypunni var keyrt í stöflana á þessari vél. Og Einar bóndi ekki verið sér í Fellum keypti þessa vél. Pallurinn framan við stýrisætið? Já, ætli það hefði ekki verið veturinn 65 að þá settum við verkstæði hér 2 reiðþingamenn og þá fór ég til Einars og bað hann að selja mér þessa vél og ég gerði hann upp og ég notaði hann nokkur ár hér eftir að ég byrjaði með búskap hér. En núna er hann eins og ný? Já, Svanur, sonur minn, hann bað mig um þessa vél og ég
hann mætti nú taka hana. En hann alveg búinn að taka hana svo nákvæmlega í. Ég meiri segja konan hans, hún sagði það að hann hefði komið í bakarofnin og bakað allar skrúfur og þess áttar þegar var búið að lakka. Þannig að nú þessi vél eins og bara ný úr kassan. Já, hún það. Já, kannski betri. Jæja, góðan daginn. Hvað heldur að verða úr þessu? Já, þetta á að verða hús á bílinn hérna. Já, það ekkert annað. Þetta á eiginlega að verða það. Þarna Willys í aðgerð. Já. Hérna nefnilega Willys í aðgerð. Og það eru búin æðimörg handtökin. Já, ég er búinn að taka hérna mótor og bremsur og allt það í honum. Og hann var fann að ryðga dálítið mikið og þetta skipti ég hérna og svo er ég í húsinu núna og ég þarf að taka skúffuna og svona. Það kom einu sinni prestur hér og hérna ég sagði hann að ég myndi verða út í skrúfuhúsi. Og þá tók hann það sem að ég verði út í skrúðhúsi. Já. Ýmislegt til, hérna rennibekkur, hér eru skiptilyklar, fastilyklar, borvélar, skrústykki og bara nefndu það. Já, það er allt svona heldur úr eldri kantinu. Þú ert með líka hérna fram í skemmunni, þar hérna Chevrolet vörubíl. Já. Þú ert með hann í takkinu líka? 46, já. Og þar Willys eppi sem náttúrulega upprunalega í eppin hérna. Hefur þú svona nokkur verkefni í takkinu í einu þannig að þú getur breytt til? Já, ég fer á milli. Maður verður hundleiður á einhverju og brennir sig kannski við að sjóða og þá verður maður reiður og fer í eitthvað annað. Og allavega. Segja þá ekki stundum vinir og kunningjar við þig, þetta hlýtur að vera einhverju bilun að láta svona vera að sáka sér alls konar dóti og gera þetta upp og gera þetta svo nýtt. Jú, maður er búinn að fá mikið að tala um, jú, það eru margir sem tala um svoleiðis maður. Það nú gætt nú aldrei verið. Ég á nokkuð marga eftir. Þeir eru hérna hingað þangað á beit hjá mér. Það til dæmis eitt hérna gamall við húsgaflinn, hann ekki eftir þar á Jökuldal? Jú, ég veit ekki hvað ég gerir mikið fyrir hann en hann verður endilega að komast eiginlega á ball. Af hverju? Já, þetta var bara ballbíl og að því hann var með 6 manna húsi og þetta var náttúrulega bara bíl sem að menn hringdu í Páli Hjarðarhaf og hann skuttlaði mennum ýmist norður Þingeyjarsýslu á böll eða eitthvað. Það var giktin, hún ætlar alveg að drepa mann á nóttunum og þá fór ég í þennan gamla Ford þarna að smíða hann. Ég gerði það yfirleitt á nóttunum. Ég var búinn að, þegar ég sótti þetta dót, ég man ekki, þetta er 80 og eitthvað, 89, að þá var ég búinn að ákveða það að vera alltaf með honum 2 tíma á dag. Fordinum? Já, Fordinum. Og ég stóð nú held í mestuleyti við það, en það var ekki á daginn heldur, var það kannski 4 tímar á nóttunum sem ég var með hann. Og þetta gekk. Var betra að dunda við Fordin heldur en að kveljast að giktin inn í rúm? Já, það var mikill munur. Þá glemdi maður vesöldinni. Hefur hugmyndu hvað liggja mörg dagsverk í þessu Ford? Nei, en ég held ég hafi verið 6 ár að gaufast í honum. Þannig að menn þurfa bæði að vera þolinmóðir og þrjóskir til að leggja þetta fyrir sig. Já. Ég hugsa ég að veri komin undir græna torfu ef ég hefði ekki haft þetta áhugamál eða eitthvað annað viðlíka. Því að ég greindist með Parkinson veiki fyrir allmörgum árum. Milli 10-20 árum trúlega og ákvað þá þegar að ég ætlaði að halda áfram með þetta kæmi öðrum fætum fram fyrir heim. Ekki gefast upp. Og því til áherslu orti ég það vísu sem að hljóða svo: undan slá hér aldrei má, það illa spá mér flytti, verða stjái þar til þá þann með ljáin hitti. Eru menn ekkert að verða langeiðir eftir vorinu?
Jú, ekki það ekki. Ekkert mjög langaður en það kemur þegar það kemur. Það búið að vera alltaf dálítið mikið að snjó og kalt. En ekkert erfiður svo sem, að öðru leyti. Ég á snjósleða og ég er nú svo bjartsýnn að það aldrei það slæmt, það sé ekki gott við það. Þannig ef ég vil bara þegar kemur vor, þá verður vor, ekki svona hreytingur eins og búið að vera. Hvað með héraðsmenn, ekkert orðnir langeiðir eftir vorinu? Jú, við erum farin þreyta svolítið á snjónum, en þetta hlýtur að fara að lagast. Þetta nú vetur á Íslandi. Þú vilt meina það að við verðum bara að sætta okkur við að búa á Íslandi? Já, ég vil meina það. Já, ég vil meina það sko. Það ekkert annað að velja. Þetta nú verða ágætt bara sko. Mættur alveg fara að koma sumar. Ertu orðið svolítið langeið eftir betri tíð? Já, pínu. Jú, maður langar nú að fá sumarið. En ég vona bara, mér finnst þetta bara samt gott að sjórinn núna ekki kemur í maí eftir að gróðurinn farin að stáð. Hvað segja jökuldælingar? Eru þið ekki orðnir langeiðir eftir vori? Já, það nú að verða. Við munum ekki eftir svona hvítu alveg frá því 1. nóvember og ekki bólar á auðnunni ennþá. Sumardagur fyrst í næstu viku eða spá góðu sumri? Já, við spáum góðu sumri, alveg pottþétt.